Hörðu, hann er einn. Hvar? Heyrðu, hvaða fugl er þetta? Býðu maður sjá. Sérðu þetta? Nei, góðan daginn, maður. Hvað? Þetta er furðufugl. Furðufugl? Já. Má skjóta hann? Býðu. Alltaf að það. Flóður? Heyrðu, nei. Hvað? Hann er friðar mestan part ársins. Það má ekki skjóta neitt þessum fuglum. Nei. Monthaninn er tiltölulega algengur hér á landi. Hann er í öllum tilfellum karlkyns og heldur sig mestan part í grennd við allt sem er kvenkyns. Leiðindaskarfurinn verður oft á vegi manns í daglegu lífi, einkum í opinberum stofnunum. Það er full ástæði til að brýna fyrir fólki að leiðindaskarfinn er ekki leyfilegt að skjóta þó að margir finni hjá sér hvöt til þess. Og loks er það óheillakrákan, en ástæða hefur þótt til að friða hana á síðari árum, þó að í rauninni væri nær að friða þá sem hún umgengst. Spéfuglinn getur af og til orðið fólki til nokkra skemmtunar. En þó eru þau fleiri sem gjarnan vildu koma honum fyrir kattanef. Það er rétt að taka það skýrt fram að hann er í flestum tilfellum friðaður. Kerlingarálkan er einnig í hópi þeirra fugla sem óheimilt er að fella allan ársins hring. Sömu sögu er að segja bæði morgunhanann sem er fuglarhressastur á morgnana og annan fugl sem er afar fjarskyldur honum, en það er nátthrafninn. Hér sjáum við nátthrafn í náttúrulegu umhverfi sínu, en hann er hér í fylgd með gæs. Þetta er ófremdar ástand, maður. Nú? Þessar reglur orða svo flokknar, það er ekkert að skjóta neitt lengur. Hann er einn. Alveg í dauðafæri. Býtu við? Býtu. Hvað? Heyrðu, þetta er örn. Hann er alfriðaður. Ég var nú að lesa hérna áðan, mér syndist standa hérna alfriðraður. Svo það? Nei, heyrðu, það er alfriðaður. Nei, alls sko. Tókst hann? Nei.